Við ætlum að forvitnast örlítið kjötsúpuhátíð sem að framöndan á Hvolsvelli og hann Bessi á línunni hjá mér, sælir. Hæ! Ég verð að segja að kjötsúpa eitt af besta sem ég fæ. Já, vertu velkomin á Hvolsvöll á laugardaginn, sko. Þakka þér fyrir. Gamaldags íslensk kjötsúpa. Sláturfélag Suðurlands, þeir gefa kjötsúpu. Já. Og þeir eru líka með, held ég, mexíkóska kjúklingasúpu, sko. Þannig að það geta allir fengið eitthvað fyrir sitt hæfið þarna. Það nú ekki leiðilegt heldur, sko. Nei. En, já, þetta byrjar nú allt saman í kvöld samt eða ekki? Herru, já, ég það búið að vera töluverður undirbúningur núna í nokkra vikur fyrir þessa hátíð og dagskráin orðið svona nokkuð góð þó að ég segi sjálfur frá. En þá svona vantaði mig eitthvað smá verkefni í hálftíma í gær, þannig ég ákvað að búa til tónleika í kvöld líka og bætti sem sagt við bara tónleikum í Hvolnum á Hvolsvelli með snillingunum í The Dirty Deal og þeir ætla að koma og spila blues og hita fólkið aðeins upp og það verður þægileg stemming. Við ætlum bara að vera með þetta inn í stóra sal í Hvolnum og stilla bara upp borðum og stólum og það verður bar á staðnum og allt klárt og þetta verður svona kósí stemming og við ætlum að opna húsið klukkan 8 í kvöld og þeir byrja kannski að spila svona upp úr 9 og þetta verður alltaf að búið fyrir miðnætti þannig að það er allir hressir og kátir í vinnunni í fyrramálið. Akkurat. Já, allavega sem að fara í vinnunni í fyrramálið. Ég veit að það eru margir Hvolsvellingar og rangæingar sem að taka sér bara frí alla þessa helgi. Nú, hvistla sér þetta? Já. Það liggur svo mikið við, sko. Svo náttúrulega föstudagurinn gríðarlega stór dagur í þessum hátíðahöldum. Eins og núna, það er nú svona alveg sérstakur viðburður núna þá taka fyrstu skóflustunguna að viðbyggingu við dvalarheimili aldrara á Hvolsvelli. Já. Og þar verða svona alvöru menn úr þjóðfélaginu, hvað kallar maður svona ráðherra og þetta fólk sem skiptir máli. En svo er það málana kvöldir, sko. Þá er það súperöldið og það er búið að tilkynna það hvaða hús og hverfi munu vera með súpu og þetta virkar nú svona, þannig að geta verið að finna hjólið í þessu, skilur við þetta alveg, það er bara allir hjartanlega velkomnir í labbitúrum Hvolsvöll og droppa inn í garða og fá sér súpu hjá hinum á þessum. Og svo eru þarna eitt svona, og þetta út allt, sko, það eru verið að bjóða í súpur, sko, í landegjum, þannig að fólk getur verið hvar sem á svæðinu og fundið sér súpuhús. En fyrir þá sem kannski þekki ekki nægilega vel til, hvernig vita þær hverjir að bjóða upp á súpu og hverjir ekki? Þetta er allt saman inn á viðburðinum. Þú getur farið inn á vefsíðuna kjötsúpa.is. Já. Og þá ferðu automatist inn á Facebook og þar var verið að tilkynna hvaða hús verða að bjóða upp á súpu annað kvöld. Og svo náttúrulega að gera kíkja á viðburðin, bara kjötsúpuhátíð á Hvolsvelli, því að það er gríðarlega öflug dagskrá sem við bara náum ekki að fara yfir því ég veit að þátturinn er bara til 4:30. Hann er til 4:30, sko. Já, þannig að við bara höfum ekki tíma til að fara yfir öflug dagskráratriði sem í boði en þetta verður gríðarlega skemmtilegt og svo, þetta er nú bara svona létt og þægileg stemming á föstudagskvöldinu. Og svo hefst dagurinn laugardagurinn með trompi, hátíðardagskráin hefst klukkan 1. Og þá ætla Bjarni töframaður að koma sér fyrir á útisviði, við ætlum bara að vera með alla dagskrána úti. Og það heilmikið sem við þurfum að gera, við ætlum að vera með tónlistaratriði frá heimamönnum, við ætlum að vera með upplestur á textum eftir heimamenn, við ætlum að veita allskins velun og viðurkenningar fyrir snyrtilegasta garðinn, snyrtilegasta bílið, bestu skreytinguna, þetta er náttúrulega eins og á svona bæjarhátíðum, það eru svona litaskipt hverfi. Já. Svo fáum við ansi skemmtilegan knattleik þar sem að fyrirtækin Midgard Adventure og South Coast Adventure ætla að keppa í svona mini-fótbolta en með skrýtnum reglum og þar verða markverðir með brunaslöngur frá brunavörðum Rangárvallasýslu. Þannig að það getur orðið vel blautt og svo er það seinnipartinn og þá er alltaf Pollapönk að halda barna og fjölskyldu fjör bara á túninu.
en þú veit væntanlega býðið til því að ég komi að þeim viðburði sem að hefur nú vakið hvað mesta athygli í þessari dagskrá. Já, ég held að allar bara að fara fram hjá þessu. You save the best for last. Já, já. En þetta er alveg ótrúlegt. Mér datt þetta í hug, þetta rjómatertukast. Fékk ábendingum að það geti verið sniðugur viðburður. Já, svona þessum tímapunkti færði ekki nei frá neinum og þú veist það. Já, ja. Þannig að maður ákvað að hugsa eins út í boxið og við ætlum að etja þarna saman frambjóðundum allra frambóða sem að muni bjóða sig fram í alþingiskosningunum í október og bjóða þeim að láta úrslitin ráðast bara nú þegar í rjómatertukasti og En hvernig virkar þetta? Er fólk að fá að henda rjómatertum í þau eða er þau hendi hvort annað? Þau stilla sér bara upp, hvert á móti öðru, bara bánborð og svo er kastað einn í tertu og svo taka þau eitt skrið til vinstri og svo er kastað einn í tertu og þetta eru kannski 3 tertur á mann og svo verða úrslit. Þannig að við fáum þarna í álaugardaginn fáum við væntanlega að sjá aðeins inn í framtíðina og sjá hvernig þetta fer allt saman í kosningunum 20. og hvað var það, 9. október? Ég man ekki að nákvæmlega dagsinningu en ég er svona meira forritin það sko hvort að þú sett að fara að baka. Ég er náttúrulega heimamaður þarna og hef aðgangað eldhúsi hjá henni móður minni og ég er bara að fara í hendi svampbotna og við heimtum að fá þetta allt inn á Snapchat með uppskrift og öllu bessi. Já, það verða uppskriftir inn á bloggsíðinni minni og nei, það er svo ótrúlega gaman þegar maður er að skipuleggja svona hátíð hvað allir eru tilbúnir að aðstofa og hjálpa. Við erum búin að fá ómetanlega aðstof frá til dæmis Lava sem er að reisa þarna eldfjallasetur. Við erum búin að fá aðstof frá N1 sem er reka þarna þjónustuð og þau ætla svona að halda utan vatnaboltan sem ég var að tala áðan. Nú Síminn er búin að leggja okkur til ómetanlega aðstofar, eins og ég sagði áðan, þá er þetta urmulla fyrirtækjum húsasmiðjan og svo ætlar Kjarval að styrkja okkur hráefni í terturnar en af því að ég nú bara tala við þig Henný og engan annan skilur, þú mátt ekki fara með þetta lengra en rjómaterturnar verða nú kannski ekki alveg eins og þú myndir kannski helst vilja borða. Ég skilði þig. Við ætlum að vera með svona tertur sem að þægilegt er að henda og það vittu til, það verður rjómi og það verður jarðaber sko en hversu mikið verður lagt í bakstur, það er svona óræð stærð. Já, ok. En þetta verður gríðarlega sumpulegt og skemmtilegt og þau fá þarna mega fara í málningagalla ef þau vilja en annars eru þau bara með aðstöðu til að skipta föt fyrir og eftir og svo er þetta alla aðstöðu til þess að hreinsa sig til og þarna verða fleiri fulltrúar frambúðana bara á svæðinu, bara spjalla við fólk og fá sér súpu og njóta bara dagskrár og æðislegt veðurs. Æðislegs. En svo erum við náttúrulega að tala brennu og hvað, vallarsöng? Það er nú svona, ég er nú búin að vera að skipuleggja þetta og auðvitað er gaman að rjómatertunni og vatnarsleiknum og upplestrinum og öllu þessum atriðum sem er á sviðinu en að sem ég þykir ekki einna vænst einmitt þann viðburð að hafa náð að koma honum saman. Það er sem sagt, það hefur alltaf verið vallarsöngur sem er bara svona fjöldasöngur og brenna og flugundasýning. Og það hefur hingað til yfirleitt verið bara hljómsveitin eða forsöngvari hljómsveitarina sem eru að spila á ballinu kvöldið sem hefur stýrt því og það hefur gengið greiðlega vel og verið mjög gaman og mikið stemming. En ég ákvað að fara aðeins aðra leiðir og ég fekk 3 kynslóðir rangæðinga til þess að koma og stýra þessum fjöldasönga. Það er sem sagt Halldór Hrannar Hafsteinsson sem að býr á Hvolsvelli, hann er svona fulltrúi yngstu deildarinnar og svo er það fulltrúi óláta kynslóðurinnar, það er Árni Þór Guðjónsson, gítarleikari Meitin Sveitin og náttúrulega Lands og Svona á sínum tíma, Land og Sinir og Meitin Sveitin voru náttúrulega stofnaðar á Hvolsvelli. Jú. Og hann verður þarna með gítar og syngur og svo er það bóndurinn yfir yfir sem er Helgi Hermannsson sem að er í hljómsveitinni Logar og Hröfnum en hann bjó alla mína tíð þegar ég bjó á Hvolsvelli frá unga aldri og hann var hann í mörg ár
bjóðan þarna á Hvolsvelli og er bara Hvolsvellingur, sko, þó hann vilja nú ábyggilega líka vera titlaður svona hálfur vestmanningur. En þetta verður gríðarlega gaman og þeir eru búin að vera að æfa upp fjöldasöngsprógram, það er sko, það er ekkert verið að grínast hér. Nei, það er skemmtilegt. Þetta er alltaf verið að hugsa líka að allir getur sungið með og svona. Algjörlega, og þeir kannski verða með eitthvað bull og bladur svona milli laga og annars því. Og svo náttúrulega er það þessi ótrúlega stór dansleikur í Hvolsvelli, það er náttúrulega skemmtilegustu böllin á þessu svæði eru haldin í Hvolnum, að Hvíta húsinu ólöstuðu, en það er bara svo sjaldan sem að það eru haldin góð böll að þá kom allir saman og alla fjölskyldur saminast og fara saman á ball og það er nú engin slor hljómsveitur að Albatross, sigurvegarar þjóðhátíðar koma fram og halda í rauninni sitt fyrsta sveitaball síðan á þjóðhátíð, sko. Og við köllum það nú tæplega sveitaball, þannig að þetta verður hrikalega skemmtilegt og þeir náttúrulega eru með alla íslensku slagarana og gömlu lögin alveg á öllum takteinum og svo voru þeir að tala um það, þeir voru búin að tilengja sér þessar nýju músík, Justin Bieber og Justin Timberlake og það heitin á allir þessi Justinar. Já. Og þarna verða þeir náttúrulega Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar og svo er það trommari hljómsveitarnar sem er náttúrulega frá Hvolsvelli. No. Óskar Þormarsson, trommuleikari Albatross, er Hvolsvellingur og bróðir Ívars Þormarssonar sem er nú trommari í Meitinsveitin, þannig að þetta er allt saman nánast jemmelavett. Já. En er ekki bara tilvæglega að fá að heyra einmitt í Albatross? Það er þjóðhátíðarlagið ár. Sveitan af púlsinu þegar kemur að tónlistarvalinu henni, það er bara þannig. Þjóðhátíðarlagið ár er bara ótrúlega flott lag. Virkilega vel samið og gott lag. Ég hlakka bara til að sjá alla á Hvolsvelli helgina og hvet ykkur til þess að fara á kjötsupa.is eða finna þetta á Facebook viðburðinn og endilega merkið ykkur attending. Það er gaman að sjá hversu margir eru spenntir fyrir svona skemmtilegum viðburðum og þetta er nú svona með síðari bæjarhátíðum svona í sumar. Akkurát og við hlakkum líka til að fylgja þessari hátíð eftir. Gulli ætlar að vera með ykkur á laugardaginn. Akkurat, allir að hlusta á Suðurland FM á laugardaginn sem ekki komast. Þá fá þær stemminguna beint í aðeins. Það er bara þannig. Heyrum í Albatross. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Bye bye. Allt í fína. Já, bye.